Varaformaður nefndarinnar Íris Lind Sæmundsdóttir sem ætlar að fylgja þessum tillögum úr hlaði. Gjör svo vel, Íris. Góðan daginn. Ég hérna komin eins og Salfur sagði fyrir hönd nefndarinnar til að kynna breytingatillögur okkar á kafla utanríkismál. Kaflinn var fyrst lagður fram til kynningar á 11. fundi ráðsins og svo tekinn til afgreiðslu á 13. fundi sem fór fram núna 16. júní síðastliðinn. Eins og við ræddum þá og hefur áður komið fram, þá stjórnarskráin fáorð utanríkismál og þess vegna þótti nefndinni mikilvægt að skýra nánar í stjórnarskráni ákveðin atriði í tengslum með meðferð þeirra. Frá þessum síðasta fundi okkar, 13. fundi, hafa 4 formlega breytingatillögur borist nefndinni frá einstöku ráðsliðum. Þær komu fram á þessum 13. fundi ásamt ýmsum ábendingum og athugasemdum frá bæði ráðsliðum, almenningi og svo höfum við rætt við fræðimenn einstök atriði. Sumar athugasemdana voru á sama meiði líkt og áður og við reynum að leitast við að koma til móts við þau sjónarmið sem mikilvægust þóttu og fengum mestan hljómgrunn og virtust njóta þess menn voru sammála að gera þyrfti einhverjar breytingar eða lagfæringar með hliðsjón af þeim. Ég vil þakka öllum kærlega fyrir þeirra athugasemdir og kynni þá kaflann með hliðsjón af þessum breytingatillögum okkar. Ég ætla að reyna að vera svona fljót og reyna bara að vegna þess tíma sem okkur er markaður í dag að láta duga snerta bara á þeim atriðum sem að tóku breytingum í meðferð nefndarinnar frá því að við ræddum þennan kafla síðast og mun tæpa stuttlega á afgreiðslu nefndarinnar á áðurnefndum breytingatillögum. Hvað þau atriði sem varðar sem að ég ræði ekki sérstaklega núna eða teku upp, þá vísa ég bara í skýringarnar sem fylgja kaflanum sem að liggja hér frammi með honum og svo þeirra orða sem að áður hafa fallið í kynningum á áðurnefndum fundum. Svo ég byrji á fyrstu greininni sem að lítur að meðferð utanríkismála. Hún fjallar handhöfn og meðferð utanríkismála og samspilið milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Nefndin leggur til að við síðari málslið fyrstu málsgreina bætist einn málsliður sem hljóðar svo: Forseti Íslands kemur fram fyrir hönd ríkisins sem þjóðhöfðingi og fylgir þeirri stefnu. Og ef ég les þá fyrstu málsgrein í heild sinni þá hljóðar hún svo: Utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins er á hendi ráðherra í ríkisstjórn í umboði og undir eftirliti Alþingis. Forseti Íslands kemur fram fyrir hönd ríkisins sem þjóðhöfðingi og fylgir þeirri stefnu. Þegar nefndin lagði fram tillögur sínar upphaflega að kaflanum að þá var sérstaklega vísa til þess að ráðið þyrfti að taka afstöðu til stöðu forseta Íslands og hlutverks hans á alþjóðavettvangi með tilliti til utanríkisstefnunnar sem vísa er til í fyrstu málsgrein greinarinnar. Í kjölfari kom fram það sjónarmið í ráðinu að rétt væri að í stjórnarskrá væri kveðið á skyldu forsetans til að fylgja stefnu ríkisstjórnar í utanríkismálum í samskiptum sínum sem þjóðhöfðingi við erlend ríki. Þetta er einkum stutt þeim rökum að mikilvægt sé að hann flytji sömu skilaboð á sviði alþjóðamála og ríkisstjórn og þing hafa mótað. Þetta á sérstaklega við mál sem eru verulega umdeild eða varða jafnvel þjóðréttardeilur íslenska ríkisins eða þær deilur sem hugsanlega ríkið á aðild að. Gegn þessu var þó auðvitað vísa til þess að það kann að vera erfitt að takmarka
tjáningafrelsi forseta og hann hefur vissulega í flestum tilvikum ákveðið málfrelsi eins og allir hafa. Nefndin var auðvitað sammála þessu og það mjög erfitt að leggja ákveðna línur við það að hvaða mörkum skuli stemt í þessu tilliti. En nefndinni þykir þó mikilvægt að leggja þarna línu að forseti tali almennt ekki bága við mótaða stefnu og þá sérstaklega í umdeildum málum eða þjóðréttardeilum. Nú nefndinni barst breytingartillaga við 3. málsgrein greinarinnar, 1. greinar og mér langar fyrst að tæpa því í dreifða skjalinu sem þið erum með fyrir framan ykkur. Þá að finna það ritvillu á blaðsíðu 3. Þar vísað til breytingatillögunnar og þar segir stuðningur við stríði skuli samþykktur með 2/3 hluta atkvæða á þingi. Þarna auðvitað standa hernaðaraðgerðir. Þarna bara ritvilla sem okkur láðist að gera breytingar á fyrir dreifingu skjalsins og ég biðst velverðingar á þessu. En sem sagt breytingatillagan laut að því að stuðningur við hernaðaraðgerðir að áskilið væri 2/3 hluta samþykki á þingi svo hægt væri að veita stuðning við slíkum aðgerðum. Nú nefndin mat þetta og fór yfir þetta og vissuleyti ákveðin sjónarmið sem að hníga því að samþykja svona tillögu en með hliðsjón af því að hugtaki hernaðaraðgerðir sé að vissuleyti teygjanlegt og að í sumum tilvikum verður að líta til þess að til eru annars vegar löglegar hernaðaraðgerðir og hins vegar ólöglegar hernaðaraðgerðir. Þá það mat nefndarinnar að það sé ekki rétt að gera kröfu aukin meirihluta á þingi svo hægt verði að samþykkja slíkar aðgerðir. Þá kom einnig fram það sjónarmið sem að vigtaði mjög sterkt líka að mikilvægt væri að ekki yrði of erfitt að samþykkja tilteknar hernaðaraðgerðir sem hefðu til dæmis þann tilgang að stöðva þjóðernishreinsanir, þjóðamorð eða annað á borð við slíkt. Nú þá fengum við einnig ábendingu frá fræðimanni sem að starfa hefur á þessu sviði og þar sem farið var aðeins yfir hugtaki hernaðaraðgerðir. Ég ætla aðeins að koma inn á það hérna bara rétt á eftir. En það skiptir líka svo litlu máli í þessu tilliti. Nú önnur athugunarefni í tengslum við greinina, þau eru áframhaldandi, það varðandi þinghlé og utanríkismálanefnd og það hvort að tilgreina ætti sérstaklega að ráðherra væri skuldbundin til að hafa samráð við nefndina hvort sem á þingtíma sem og í þinghléum. Nú eftir að farið yfir þetta atriði þá bendir nefndin á að í dag starfi þingið í reynd áriðum kring þó svo að það séu tekin ákveðin leyfi yfir sumartíma og jafnvel yfir jólafrí. Þá það einnig mjög einfalt í dag að kalla til þingið eða einstakar nefndir þess til fundar einstök mál ef svo ber undir. Og því verður að telja með því að stjórnarskrár binda samráðsskylduna sérstaklega við utanríkismálanefnd mikilvæg utanríkismál, þá leiðir það til þess að utanríkisráðherra að á hann sé lögð sú skilyrðislausa skylda að kalla hana ávallt til samráðs jafnt á þingtíma sem og í þinghléum ef slík mál koma upp og þarna verður að líta einnig til þeirra tillögu sem hefur komið fram það að hægt sé að leita til Hæstaréttar til að fá mat á því hvort athafnaleysi ráðherra brjóti í bága við stjórnarskrá og þarna væri ávallt hægt að taka að fá fram mat á því ef svo bæri undir. Nú annað sem hefur verið bent á í þessu sambandi að á ákveðnum tímabilum þá kunni svo staða vissulega koma upp að engin utanríkismálanefnd sé að störfum. Það að ekki hafi verið skipað í hana og það á við tímabilið frá kjördegi og fram að fyrsta þingfundi. En á honum fer samkvæmt núgildandi þingskapalögum fer fram skipan í fastanefndi þingsins. Og þarna geta liðið
nokkrar vikur ef svo bæri undir. Og þarna verður að hafa í huga samkvæmt tillögum B-nefndar að gert ráð fyrir að ríkisstjórn geti tekið ákvarðanir sem fjölskipa stjórnvald þegar tiltekin meiri háttar mál að ræða. Og þá það að líta svo á að ráðherra væri undir ákveðinni skyldu til að ráðfæra sig við ríkisstjórn í slíkum tilvikum og verður að gera ráð fyrir að hann myndi leita til hennar ef engin utanríkismálanefnd væri að störfum. Nú ber upp brýna nauðsyn til að hafa samráð við fulltrúa þingsins sem að sterk rök hneigja nú að það var að gera ráð fyrir að utanríkismálanefnd yrði skipuð ad hoc vegna tiltekismáls og reynist báðir þessir kostir ómögulegir þá verður að gera ráð fyrir að ráðherra geti eðli málsins samkvæmt tekið ákvörðun á grundvelli neyðarréttar sjónarmiða. En þó ávallt gerð sú krafa að hann gæti meðalhófs í slíkri ákvarðanatöku og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur. Og þarna verður ávallt að hafa í huga það mat sem hugsanlega verður hægt að kalla fram á athöfn eða athafnaleysi sem hvort slíkt brjóti í bága við stjórnarskrá eins og tillögur okkar gera nú ráð fyrir í kafla þar að lútandi. Nú í annarri málsgrein þá var búið að ræða það hvort það sé áframhaldandi athugunarefni, hvort nefna í utanríkismálanefnd berum orðum eða ekki og þetta var rætt sérstaklega á síðasta fundi og ýmsar tillögur komið fram í kjölfarið og þá komu til dæmis fram tillögur að tilgreina frekar þá nefnd sem fer með utanríkis- og varnarmál og nefnd sé ákvað á þessum tímapunkti að gera ekki breytingatillögu í þessum efnum og það mat hennar að þetta verið að skoða betur með hliðsjóna niðurstöðum vinnu nefndar B en nú gert ráð fyrir að utanríkismálanefnd sé ein þeirra fasta nefnda sem tilgreind sé sérstaklega í kafla þingið. Að svo komnu máli leggjum við því ekki til breytingu á tilgreiningu utanríkismálanefndar en við bendum á mikilvægi þess að gæta samræmis við þá tillögun sem við höfðu verið á tilgreiningu nefnda í endalegu frumvarpi ráðsins.